Já, hértu, hvernig leggst þetta verkefni í þig? Bara ljómandi vel. Gott að vera komin heim aftur og innan hóp. Það er bara spenningu fyrir þessu. Spila vel út í Danmarku, bara í toppbaráttu. Hvernig, hvernig er að koma heim bara fullu sjálfstraust eftir svona frekar slæmt tap og í síðasta landsleik? Það gerir mikið fyrir okkur að vinna þennan derbyleik en að rétt á henni mætti hinga. Það er náttúrulega frábært, rosastór leikur að klára og eins og segir að gott að koma innan hóp. Það fór ekki nógu vel í síðasta verkefni seinni leikurinn og bara þurfum við að svara fyrir það hér. Nú er þið búin að vera hérna í nokkra daga. Hvað hérna, er þið búin að fara eitthvað yfir hennar albanleik og skoða mistökin sem þið gerðu og hvernig getið bætt þau? Já, það er hellingur og mikið lærdómur að taka úr þeim leik sem lið og líka fyrir mig persónulega og jú, við erum búin að fara yfir hann og ásamt ég að fara yfir frakkaleikin þannig að jú, við erum búin það er búið að gera eitt annað sem við komum saman. Ég verð að spyrja þig, það er náttúrulega frekar óvægin umræða sjálfa þig eftir leikinn gegn Albaníu. Hvernig fór það í þig? Það er bara partur af þessu, eins og ég sagði að það var mikill lærdómur fyrir mig líka að ganga í gegnum þetta, að þetta er partur af fótbolta. Hvort maður átti rétt á sér eða ekki, það er ykkar að dæma á ykkar fjölmiðla og skilji ég það bara að taka þetta á kassan og halda áfram, það er ekkert annað í stöðunni. Hvernig leggst frakkaleikurinn í þig? Bara vel, frakkar náttúrulega gríðarlega sterkir en Laugardalsvöllin er náttúrulega bara vígi og við ætlum að halda því þannig. Og skimur svo svona svolítið öðruvísi verkefni gegn Andorra. Verður þetta ekki bara sikkur leikurinn í raun og veru? Þetta er alls ekkert líkt. Nei, ég reikna svo sem ekki með því að þetta verður tvenn mismunandi upplegg í þessum leikjum en í grunninn er það sama að við erum hérna komnir til að sækja stig í fleirtölu og það er bara gríðarlega mikilvægt að fara með það hugarfar inn í báða leiki. Takk hérlega, Hjörtur.